Furðudýr vikunnar gresjuskjalla. Þetta skröltormur sem lifir í Miðvesturríkjum Bandaríkjanna, getur orðið alltaf 1,2 metrar að lengd, étur aðallega lítil eða minni spendýr sem þeir veiða á morgnana og kvöldin. Þeir eins og mörg skriðdýr sem lifa á mjög heitum svæðum eyðir hádeginum í skugga því það verður einfaldlega heitt. Því gresjuskjalla ekki með jafnheitt blóð eins og við, heldur misheitt, sem þýðir að hitinn í blóðinu eða líkamshitinn hann hækkar eftir umhverfishitanum og lækkar líka það kalt. Þannig að það verður bara of heitt yfir daginn og þá þarf að vera í skugga. En á nóttin hins vegar kalt og þá eiga þau erfitt með að hreyfa sig. En síðan á morgnana og kvöldin hitast í passlegt til þess að veiða. Kosturinn við þetta að hafa svona misheitt blóð að þau eyða miklu minni orku. Þau þurfa minna að borða. Það fer töluverð orka í það til dæmis í okkur að halda okkur hita. En þetta skröltormur sem með svona skellihringi eða plötur á aftast og smellir þessu til þess að fæla burt rándýr. Skröltormar almennt eru eitraðir, en eitrið í augntönnunum. Og ef að rándýr ætla að veiða skröltorma, það alveg rándýr sem veiða skröltorma, þá þurfa þeir að annaðhvort að bíta hausinn af, eða bíta í, drepa hann og gleypa hann. Því að ef að eitrið fer ekki í blóðrásina, heldur bara í gegnum meltingafærin, þá þetta allt í lagi. Því að magasýrurnar þær eyða eitrinu, en ef að það sár í munninum og eitri kemst í sárið, þá rándýrið í vanda.